Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. Komiði sæl, við heilsum ykkur hérna á austan. Í þættinum í kvöld ætlum við að fara í fullorðinsfimleika í Íþróttahúsinu á Egilsstöðum. Það svolítið erfitt að finna svona grunnstyrkin einhvern veginn, þannig að maður þarf bara að byrja mjög rólega, sko. Við ætlum að fara á rúndir með dregunum en þeir voru að viðra mótorhjólin sín. Kona mín sá sæng sína strax útbreyta í þessu. Við myndum aldrei verða viðvarandi par nema hún dytti inn í þetta líka. Við förum á Bockfið með æfingu í Fellabæ en þar verið að æfa fyrir smáþjóðarleikana. Ég er alltaf miklu rólegri og yfirvegari þegar ég kem heim á Bockfið-æfingu heldur en áður en ég fer á hana. En við ætlum að byrja í skeggsnyrtingu á Egilsstöðum. Og já, það er ég sem ætla að sjá það. Strákarnir á Rakarastofu Akureyrar komu til Egilsstaða dag 1 nú í maí til þess að snyrta skegg. En hvernig kom það til? Það er stórt spurt. Ég sendi bara fyrir rælni fyrirspurn til strákarna á Akureyri. Rakarastofu Akureyrar. Hvort ég geti ekki skoppið til okkar einn laugardag eða svo klipt héraðsskegg eins og ég held ég hef nefnt við þá, sko. Þeir tóku nákvæmlega í það, sko. Og hér er næstum því jafn gott veður eins og oft er á Akureyri, þannig að þetta var ekkert alltof snörp breyting fyrir okkur að kíkja hingað. Töldum okkur þola veðurfarið allavega, en bara skemmtilegt fyrir okkur strákana að fara í skemmtiferð saman og breyta þessum umhverfi. Ykkur hlýtur líka að vera smá umhugað að menn hugsi vel skeggið sitt. Já, sjálfsögðu. Þetta er mikið höfuð djásn og setur mjög mikið svip á hvern og einn og skiptir miklu máli hvernig þetta lítur út og menn eru svona aðeins að kenna mönnum á þetta í leiðinni. Hver er hugsunin á bakvið línuna hérna undir hálsinum og svona forma þetta svolítið til þannig að menn getur síðan haldið þessu við. En það er ekkert voðalega auðvelt fyrir menn að gera þetta sjálfir? Nei, það er nefnilega ekkert voðalega auðvelt og menn svona er ekkert alltaf með þessi grundvallar atriði á hreinu sem að við viljum gjarnan halda á lofti. Já. En svo væntanlega skiptir bara öll umhverfið, hún skiptir máli eða ekki? Jú, menn gleyma þetta svolítið að kannski að bara þvo skeggið með sjampói og setja næringu og setja olíu og setja vax og svona halda þessu bara hreinu og snyrtilegu eins og þarf að gera við hárið líka, sko. Eins og með þig sjálfan, hugsaðu mikið um þetta? Já, ég hugsa mjög mikið um þetta. Ég er duglegur að þrífa þetta og greiði þetta daglega, jafnvel 2 á dag. Olíu, 3 í viku. Það er erfitt að snyrta þetta sjálfur, sko. Maður byrjar, tekur of mikið öðrum megin og þá maður ætlar að laga það hinum megin og þá tekur maður of mikið þar, sko. Og það enda með því alltaf að maður er ekki minnið skegg í andlitinu, sko. Og það er það sem ég vil. Þess vegna hafði ég sambandið þá. The problem now of course is to simply... Er skemmtilega að vera í skegginu en í hárinu? Ég myndi segja bara að þetta væri bæði mjög gaman, sko. Þetta svona skeggið gefur okkur smá meiri fjölbreytileika í starfið. Já. Við geta skipt yfir og tekið bæði skegg og hár. Þú ert ekki mikið að setja permanent í skegginu? Nei, ekki mikið í því, sko. En það er hægt? Nei, ég held ekki. Sko, ég er nú búinn að vera í þessu fagi í mjög langan tíma. Það er 30 ár. Já. Ég man aldrei eftir jafn mikilli skegg ástríð eins og er núna. Það hefur verið síðustu 2-3 árin. Nei. Og virðist bara vera komin til að vera og þetta er svona bara almennt orðið viðurkennt og meira segir konur sem betur fyrir farnar að sætta sig við þetta líka. Já. Og gott betur það. Ég held að séu bara farnar að halda í þetta hjá mönnum að það séu með skegg. Já. Þetta er svona orðið mjög skemmtilegt svona konsept í kringum þetta og mikið orðið af snyrtivörum í kringum skegg til að halda því loftið. Skeggolíur og skeggvax og sérstakir kampar til að greiða þetta og þar fram eftir göttum og við erum náttúrulega bara það er bara mjög mikið að gera hjá okkur á stofuna sem menn er að koma, jável bara í skeggsnyrtingu, sko.
Mann finnst þetta rosalega gaman. Og okkur líka, ég hef ekki rækkað með sköfu í 20 ár sjálfur sko. Kona mín hefur aldrei séð mér í rækkað og ég er búinn að segja núna ég aldrei eftir að sjá það. Ég er samt ekkert að fara að skipta konu. Nei, nú ert þú sjálfur með ágæti skegg. Hvað er skeggið að gera fyrir þig? Hvað er skeggið að gera fyrir konuna? Spurðu frekar að því. Nei, þetta er bara, hefur verið stór hluti af mínu lífi bara lengi. Ég get ekki verið án skegg, sko. Lít út eins og hálfviti. Líður illa. Ég kannast við það. En hefur þið verið að sækja skeggsnyrtingar annað þegar þú ferð úr bænum? Já, ég hef einu sinni farið erlendis og tvissar hjá þeim fyrir norðan. Þú sér ferð erlendis fyrir skeggsnyrtingar? Já, ég skrapp á leigubílleik og tók þetta í leiðinni. Já, töpuðu þið? Nei. Ok. Það er svona líklega. Það kom upp svo hugmynd í gær þegar fréttist að því að við varum að fara austur og snirta andlit á mönnum hérna. Við ættum að næsta sumar þá fengjum við húsbíl og tekjum hringinn um landið og kemum við í helstu þorpum landsins og einhverjum sveitabæjum líka og snirtum skegg á mönnum. Við myndum breyta nafnir í Rakarastofu Íslands í leiðinni. Það er ekki búið að samþykkja þetta ennþá. Það er heldur ekki búið að kasta þessu út á kortinu? Þetta er ekkert útilokað. Þetta er góð hugmynd. Þetta er skemmtileg hugmynd. Þannig að það er aldrei að vita nema þessi upphafið af einhverju miklu stærra. Eftir fyrsta tíma þá náttúrulega gat maður varla hreyft sig fyrir strengjum. Það var bara í 2 daga alveg að drepa mann, en það hefur ekki komið svo mikið aftur, sko, þannig að ég finna að þetta gerir mann gott. Já, það var samhljómur í hópnum sem skráði sig í fullorðinsfimleika hjá fimleikadeild Hattar á Egilsstöðum. Harðsperrurnar voru yfirgengilegar eftir fyrsta tíma. Fimleikadeild Hattar er mjög öflug þrátt fyrir smæð samfélagsins og aðstöðuleysi deildarinnar, en innan hennar eru 20 þjálfarar og yfir 200 iðkendur á aldrinum 4 til 20 ára. Fimleikadeild Hattar gefur stærri deildunum ekkert eftir og er yfirleitt að keppa í A-deild þar sem að góður árangur hefur náðst. Það er þó ekki aðeins yngri kynslóðin sem stundar íþróttinu á Egilsstöðum, heldur hefur galvaskur hópur stundað fullorðinsfimleika í vetur. Við vorum með fyrir nokkrum árum síðan en vegna plássleysis þá höfum við ekki getað verið með þetta. En það er búið að vera endalausar fyrirspurnir og svo bara skapast svona óvart smá rými í salnum eftir áramótin. Og þá ákváðum við að skella okkur í fullorðinsfimleika, taka bara fáa inn, bara lítinn hóp og hann fylltist strax og við erum með biðlista og þetta er bara rosa gaman. Konur á öllum aldri og margar eru þarna sem eiga nú börn í fimleikum meira að segja. Þannig að þetta er bara, vonandi getum við verið með þetta áfram. En er þetta bara möguleika fyrir svona gamlar kempur eða er fólk að koma bara beint af gundinni? Já, þetta eru konur þarna á öllum aldri og í mismunandi formi og ég er rosa glöð og það var nú einn karlmaður en hann sá sig ekki fært að vera áfram. En svo er ég með karlmann á biðlista, þannig að þetta er bæði fyrir karla og konur. Og það sem þetta gengur út á er að við erum bara að byrja með á grunninum. Þau eru bara að gera grunnæfingar, styrkja líkamann, fá góð uppbytun, teygjur og svo gera skemmtilegar æfingar sem þeir ráða við. Og við náttúrulega byggjum þetta bara upp stig að stigi. Þannig að þetta er svona við aðlögum þjálfurina að hverjum einum. Ásgerður æfði fimleika sem barn. Hvernig er að mæta á æfingu og rifja upp gamla takta? Það er bara rosa gaman að koma aftur. Ég var nú ekkert eitthvað rosalega í fimleikum, en bara rosa gaman að fá að vera með og prófa þetta allt saman aftur. Það er bara alveg æði. Er þetta svolítið eins og að þú lærir einu svona hjóla? Er grunnurinn enn það? Já, en svona 4 börnum síðar þá er styrkurinn enga veginn til staðar. Þannig að það er svolítið erfitt að finna svona grunnstyrkin einhvern veginn. Þannig að maður þarf bara að byrja mjög rólega, sko. Þannig að þetta bara kemur, held ég. Finnur strax mun? Maður sé bara rosalega framfæri strax hjá bara mörgum og það er bara rosa gaman. Ég finn alveg smá framfærir en líka afturfærir og maður er bara orðinn þreyttur í líkamanum fljótt og svona. Þannig að það er bara rosalega flott. Þetta er bara rosa breiður hópur, bara blandað. Við þekktumst ekkert margar, við erum kannski að koma 2 og 2 saman svona. Og svo er bara allir að kynnast núna. Þetta er náttúrulega bara 5 vikur, þannig að þetta er bara rétt að byrja vonandi. Þannig að þið vonist þetta í framhaldi eða hvað? Já, algjörlega.
við óskum bara eftir fimleikahúsi til að geta búið til fleiri svona æfingar. Það var alveg geggjað. Ég sá þetta bara auglýst á Facebook og fannst þetta mjög sniðugt og skráði mig bara. Ert þú með einhvern grunn? Nei, alls ekki. Þannig bara ekki, og börnin mín hafa ekki verið í fimleikum. Og hvernig hefur gengið að ná tökum? Ágætlega á sumu, þetta er miserfitt náttúrulega, en svona, já, maður getur nær tökum á sumu svona nokkuð vel, en svo er annað sem er baklast fyrir manni. Þetta er ekki handstaðan sem ég veist erfiðust, einhvern veginn að vinna með handstöðun og handarhlaupin. Mér hefur alltaf langað á fimleika, bara frá því á barn, en einhvern veginn hafði mamma og pabbi ekki tök á að keyra mér í Egilsstaði, þannig að núna get ég keyrt sjálf og fannst þetta bara mjög spennandi. Og krakkarnir mínir eru báðir í fimleikum hérna, þannig að mér fannst bara tilvalið að prófa líka. En hvernig er það einmitt að vera að koma inn á þessum aldri og hafa ekki hennan grunn? Það er svo sem allt í lagi, við byrjum bara á grunninum. Við erum að gera svipaðar æfingar og krakkarnir oft, þannig að við tökum grunninn bara líka. Við erum alveg farin að ná að gera erfiðar æfingar og alltaf að bæta okkur. Þannig að þetta, maður sér alveg mun, já. Hvað er skemmtilegast þetta? Það er bara hópurinn, það er mjög gaman blandaður hópur og svo bara að augra sjálfum sér, pröfa eitthvað nýtt. Já, þessi geti ég trúa. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.